Liður 10 er samfélagsmiðlanotkun barna og ungmenna. Fulltrúi ungmennaráðs Ólöf Berglind Guðnadóttir stígur upp í pontu. Ágæti forseti, bæjarstjórn, fulltrúi ungmennaráðs og aðrir gestir. Það sem ég ætla að ræða við ykkur í dag er samfélagsmiðlar og áhrif þeirra á börnum og ungmenni. Samfélagsmiðlar og áhrif þeirra á börnum. Samfélagsmiðlar geta haft bæði slæm og góð áhrif á okkur. Þeir geta kennt okkur margt sem er nauðsynlegt að vita en samtíma geta eyðilagt líf okkar. Sem dæmi má nefna það sem samfélagsmiðlar hafa slæma áhrif á unga einstaklinga sem ég sjálf orðið oft vitni af er einelti á Snapchat. Unglingar hafa gengið gegnum hræðilegan tíma tengt því þar sem það er svo auðvelt að skrifa óléttan texta sem hverfur en skilur eftir sig mikil ótta og herslu. Einnig langar mig að nefna TikTok þar sem ungar stelpur í dag eru að bera sig saman við TikTok-stjörnur sem búa við allt annað veruleika en við og ekki hægt að bera okkur saman. Það getur valdið skert sjálfsmynd og brenglun á veruleikum sem getur valdið kvíða og ýmsum öðrum andlegum vandamálum. Svo ætla ég líka að nefna að ónóttökum samfélagsmiðla getur valdið skort á einbeitingu. Eins og ég hef upplifað dagsdaglega. Ég myndi óska mér að þegar ég var yngri að einhver myndi taka símann á mér. En við getum ekki bara horft á neikvæða tengt samfélagsmiðlum. Því ef þeir nota rétt þá getur þeir verið fræðandi fyrir unglinga eins og gott aðgengi að fréttum. Svo einnig geta samfélagsmiðlar minnkað fjarlægð milli vina sem auðvelda þeim að eiga samskipti saman. Það sem ég óska eftir er að það ætti strangari reglur um samfélagsmiðla. Mín tillaga er að samfélagsmiðlar ættu bannaðir yngri en 15 ára. En ég veit að það er kannski ekki raunhæft. En mér langar að koma með tillögur breytingu. Hægt væri að vera með forvarnir og vitundavakningu hjá ungmennum og foreldurum eins og til dæmis fræðsluskólunum. Til að halda ungmennum frá símanum þá geta bæjaryfirvöld gera frístundaklúbba með mismunandi viðfangsefnum. Og einnig er hægt að skipuleggja starf þar sem ungmenni vinna að samfélagsverkefnum. Ég veit að það sé fáránlegt að heyra það frá 15 ára stelpu en þetta er mjög mikilvægt. Ef horft eftir rannsóknir eins og íslenska æskulýðsrannsóknin 2005 sýnir að notkun samfélagsmiðla meðal ungmenna er gríðarleg. 84% af 4.-5. bekk er samfélagsmiðlum, 85% í 6. bekk, 92% í 7. bekk og 96% í 8. og 10. bekk. Þetta er ekki bara tölur, þetta sýnir hvernig tæknin er stórpartur af æskunni okkar. Ef við skoðum þróunina á notkun samfélagsmiðlum hefur hún verið frekar stöðug 7. til 10. bekk. En í 4.-5. bekk hefur hún dregið saman úr 93% árið 2003 til 84% núna. Það bendir til þess að breytingar séu mögulegar ef við tökumst á við vandamálið. Rannsóknir segir líka að margir reyna að minnka tíma sinn á samfélagsmiðlum án árangurs og að börn líði verr ef foreldrar takmarka aðgengi þeirra símanum. Ég er ekki bara að gagnrýna krakkana fyrir að vera á símanum og því foreldrar bera ábyrgð á símanum okkur barna sinna. Það er algengt að í dag að foreldrar séu tölvur í símanum þeir sem eiga fyrir barna sinna. Þetta er ekki bara vandamál hjá ungmennum lengur, heldur er þetta orðið samfélagslegt vandamál. Foreldrar geta með ýmsum leiðum hjálpað sér og börnum sínum, til dæmis búa til fjölskylduáskoranir þar sem allir geta tekið þátt og minnka þannig skjátíma hjá öllum, eins og til dæmis að læra lærinni að ferni. Ungmenni eru bara í símanum í dag. Eða tölvunni. Margir einangrast og eiga ekki neinum raunverulegum samskiptum. Er það ekki áhyggjuefni? Ef ekki er gripið í notkun samfélagsmiðla þá er hætta að nemendur einangrast meira, eigi minni félagslegum samskiptum og að þáttaka í íþróttum og félagslegum starfi minnki. Þeir vilja bara vera heima símanum í staðinn. Sem börn í dag kunni ekki njóta að lifa. Þeir eru bara föst við síman. Ég skal viðurkenna í desundum og síman. Þetta er gerst í Ástralíu, af hverju ætli geta það líka hér. Ég vil trúa því að ef við gerum strangari reglur, þá getum við eflt frelsi barna í framtíðinni. Þessi texti er ekki að gera greint. Þetta kemur beint frá hjarta mínu því mér finnst það mjög gott málefni og mikilvægt að farið verði í aðgerðir til að minnka skjá og samfélagsmiðlanotkun barna og ungmenna. Takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Ólöf Berglind lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir stígur upp í pontu. Fundarstjóri, ágætu ungmennaráðsfulltrúar og bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Mér langar bara að þakka henni Ólöfu Berglindi
fyrir að setja þetta mál á dagskrá, þetta mikilvæga mál á dagskrá, og ef að einhver veit eitthvað þetta málefni þá eru það þið, bæði kosti þess og gallar, og ég þess bara fullvissum að þið verði meðvitaðri foreldrar í framtíðinni þegar að þið alið ykkar börn upp, þar sem að þið vitið miklu meir þessa veröld en við, foreldrarnir sem höfum kannski ekki stað okkur sem skildi í þessu uppeldi. En bæjarstjórn Akureyrar samþykkti í apríl í fyrra að hefja vinnu við gerð samfélagssáttmála samfélagsmiðlanotkun og skjátíma barna, og áður en það var sett á dagskrá bæjarstjórnar þá fengum við það tækifæri, allan við bæjarfulltrúi Gunnar, að hitta ungmennaráð og ræða aðeins þessa hugmynd, og ég sé að einhver ykkar voru í þeim hópi en mörg eru ný. En af hverju ósköpunum voru við að setja þetta mál á dagskrá? Og ég ætla að fá bara að lesa einna smá part og grein sem ég skrifaði sem átti það að vera rökstuðningur fyrir því með leyfi forseta. Foreldrar standa berskjaldar gagnvart þrýstingi barna og ofurvaldi markaðsaflana og þess vegna mikilvægt að við stöndum saman. Við vitum lítið heim þeirra í hinni stafrænu veröld án allra ritskoðunar og eftirlits. Sameiginlegur sáttmáli krefst samvinnu meðal foreldra og vinnan sjálf getur styrkt foreldrasamfélagið og tengslin bara okkar á milli. Foreldrar fá tækifæri til að deila hugmyndum, styrkja stuðningsnet sitt og standa saman í því að búa börnum sínum betra uppeldi. Og síðan þá hefur verið stofnaður starfshópur sem að vinna að hugmyndum þennan samfélagssáttmála og hefur til dæmis fengið íþróttahreyfinguna með okkur. En í þessu starfshópi á ungmennaráð 1 fulltrúa, en því miður erum við að funda á fundatímum sem henta ykkur oft ekki. Þannig ég held að það væri líka bara frábært í þessari vinnu að hitta ykkur bara sérstaklega ungmennaráð og ræða þessa hugmyndir, og ég er alveg vissum að þið hafi líka einhverja góðar hugmyndir inn í þessa vinnu. Varðandi bann samfélagsmiðla barna undir 15 ára, eins og þú talaðir Ólöf, að þá höfum við fylgst með umræðu þessi mál í öðrum löndum, og ég held að mörg lönd eru komið miklu lengra en við, en ég tel að innan fárra ára að þá verðum við komið með strangari reglur. Og þetta verður kannski eins og þegar við hlægjum á því í dag að foreldrar reyktu í bílum börnunum sínum eða börnin voru ekki í bílbeltum. Að ég held að við munum horfa á þetta svipað. En ég tek líka undir orð Ólafar að við fullorðna fólki erum ekkert skárri og við erum bara ofurselt þessari tækni og eitthvað sem við þurfum bara að huga að. Og þegar að þetta kemur til umræðu í fræðslu og lýð þá vona ég bara að afgreiðslan verði allavegana að við sem erum í þessum starfshópi fundum með ungmennaráði og ræðum einhverja hugmyndir hvað við getum gert sameiginlega. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Sunnahlíð lokið máli sínu og orðið er laust. Þá legg ég til að við höldum áfram með dagskrána.